Góðan daginn, kæru áhorfendur og sveitarstjórn. Ég býð ykkur velkomin til fundar númer 237 að sveitarstjórn Borgarbyggðar og segi hér með fund settan. Mættir eru aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Jóhanna Marín Björnsdóttir og Logi Sigurðsson í fjarveru Bjarni A. Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðveig Lind Eyglóardóttir. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og fundargerð rita Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslu. Forseti vill óska eftir því í upphafi fundar að gera nokkrar breytingar frá auglýstri dagskrá. Það er að bætt verði inn með afbrigðum skýrslu sveitarstjóra sem kemur inn sem fyrsti liður á dagskrá. Að felldur verði út liður númer 9 á auglýstri dagskrá erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis breytingar og endurskoðun fjallskilasamþykktar með málsnúmeri 23.03.031 að víxlað verði liðum 17 og 18 auglýstri dagskrár sem báði snúa að skipulagsbreytingum á Varmalandi, að mál númer 23.02.047 verði liður númer 18 og að mál 23.02.046 verði liður númer 17. Þetta er svona gert formsins vegna. Að liður sem ber heitið ágangur sauðfjár í heimalöndum, ábyrgð og leiðir með málsnúmeri 25.11.253 verði bætt inn í dagskrá sem afgreiðsluliður númer 20 og þá er óskað eftir að bætti verði inn með afbrigðum einnig fundargerð en það er fundargerð frá stjórn fjallskilaumdæmis ABHS sem verður lögð fram undir lið númer 28 á fundardagskrá og ég bið þá fundarmenn sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá skulum við bara vinda okkur í dagskrána og það er fyrsti liður á dagskrá, það er skýrsla sveitarstjóra og ég býð Stefán Brodda Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, sveitarstjórn og kæru íbúar Borgarbyggðar og aðrir áhorfendur. Mér langar að byrja á að bregða mér á sambandsþing MSB sem var í gær. Það var haldið í þingkamri, afskaplega öflugt og gott þing. Stóð langt fram á kvöld. Félag með 111 ára sögu. Nær yfir næstum alla Borgarbyggð og reyndar víðar. Mér fannst mjög góður andi og það var kraftur í mannskapnum. Og mér fannst eiginlega greinlegt á því sem að þarna kom fram að samstarf aðildarfélaga fer vaxandi. Það má líka sjá greinilega svona kynslóðabreytingar sem eru að eiga sér stað í íþrótta- og menningarlífinu og reyndar öllu mannlífi sem á sér stað í Borgarbyggð og reyndar hvernig það blasir þetta við svona í starfi MSB, hvernig kynslóðarnar vinna líka þétt og vel saman. Þannig að en alls staðar fannst mér fólk vera reiðubúið að horfa á tækifærin sem fylgja því að búa í sameinuðu sveitarfélagi og í þessu tilviki undir regnhlíf MSB. Skoða hvernig við getum byggt upp nýtt innviði og mannauðinn sem best í sameiningu. Auðvitað tekist á, aðallega snerust átökin um skiptingu fjármuna, en engin alveg ágreiningur, en eins og ég hjó eftir orðum Flemming Jensen sem var nú einn af þingforsendum, sagði eitthvað á þá leið að afsakið Flemming ef ég vitna rangt í þig, en svona í gegnum hans starf hann tekið eftir því að fyrst urðu að verða svona einhver ágreiningur þegar peningar fóru, eða fyrst voru hluti flóknir í íþróttastarfinu þegar peningarnir fóru að spila inn í. Eða fjármagn kom til sögunar. En ég hjó líka eftir öðrum orðum annars varaforseta ISÍ, Hafsteins Pálssonar sem var gestur þingsins í gær. Hann sagði eitthvað á þessa leið og aftur eftir minni að það verið stundum sagt að erfitt væri að sameina sóknir, erfiðara væri að sameina sveitarfélög, en það erfiðast af öllu væri að sameina íþróttafélög. Nú er þetta ekki í mínum huga að boða sameiningar íþróttafélaga, en ég held að Hafsteinn hafi þess að hitt naglann á höfuðið. Það tekur kynslóð og jafnvel kynslóðir fyrir fólk að reisa sig upp, horfa yfir sviðið, með það fyrir augum að hugsa hvernig getum við gert betur í sameiningu, hvernig getum við sem sveitarfélag, sókn eða íþróttasamband eða íþróttafélög skara fram úr, náð árangri sem samfélag. Það er alveg greinilegt að aðstöðumálin hvíla á íþróttahreyfingunni og æskulýðs og íþróttahreyfingunni. Og ég er nú enn samfærðari en nú en áður mikilvægi þess að halda dampi í uppbyggingu íþróttamannvirkja.
Aðstoða fyrir íþrótta- og ungmennastarf enda eitt þeirra atriða sem að fjölskyldur setja á oddinn við val á búsetu. Og svona í þennan hóp þá ætla ég að leyfa mér að vera dálítið montinn og monta mig dálítið og segja, í samanburði við önnur sveitarfélög, þá rekum við hér í Borgarbyggð mjög flotta leikskóla. Við bjóðum börnum á dvöl í kringum 12 mánaða aldurinn, við erum hörkugóða grunnskóla, framúrskarandi menntaskóla og við erum 2 háskóla. Menningarlífið blómlegt, náttúran, umhverfið og útsýni á heimsmælikvarða. Sagan, við þurfum ekki að tala um hana, hún hér á hverju strá og hvergi eins lifandi eins og hér í okkar sveitarfélagi. Við erum sveit og bær. Við erum sveitarfélag sem getur boðið íbúum á fjölbreyttari búsetukosti en líklega nokkurt annað sveitarfélag á Íslandi. Svo erum við í örskots ökufæri við borgina og alþjóðaflugvöllinn. Okkar samfélag er langt í frá að vera fullkomið, við vitum það auðvitað hér, en við tikkum þó í flest boxin þegar kemur á góðum búsetuskilyrðum og vel það. Nema að aðstaða til inni íþrótta talsvert eftir á. Það verður að viðurkennast. Þess held ég að sé alveg rétt metið að leggja áherslu á uppbyggingu íþróttamannvirkja í fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins. Fyrir næstu 4 ár er svo áætlun metnaðarfull og fjárfestingaráætlun sjálf hljóðar upp á 4,4 milljarða. Þar af ætlunin að ráðstafa rúmlega 2 milljörðum króna í íþróttamannvirki. Og bara svo að þetta sett í samhengi þá þetta 2 milljónir króna á hverja 4 manna fjölskyldu og það bara hellingur. Segjum við líka að við verðum að vanda okkur hvernig og hvenær við ráðumst í framkvæmdir. Og ég veit líka að það ekki nóg að ausa fjármagni í aðstöðuna ein og sér, við þurfum líka að hjálpa staðfélaga til okkur góða þjálfara og halda í þá. Svo þurfum við að nýta aðstöðu sem best, vinna því að nýta aðstöðuna sem best sem fyrir er, svo sem á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Og svo jafnvel þó aðstæðan sé ekki upp á 10, þá megum við ekki láta aðstöðuna draga úr okkur kjarkinn og megum alls ekki vera lítir í okkur þó aðstofan sé ekki upp á 10 og jafnvel lakar en hjá sumum nágranna sveitarfélögum. En bara ég nefndi svona hvað þetta kostaði áðan, þá bara þetta hafa það í huga, bara setja það í samhengi og ég kenn út aldrei úr bankaumhverfinu, þannig að fyrst velvirðing á því, en já, því að nálgast svona tala um vexti og því við reymum upp aðeins á einu ári, hafa óverðtryggðir langtímavextir á Íslandi hækkað ca. 4% stig og verðtryggðir langtímavextir hafa hækkað ca. 2 til 2,5% stig. Það þýðir það að fyrir hvern milljarð sem tekin að láni, það þýðir það bil 25 til 40 milljónir króna í aukinn vaxtakostnað umfram það sem annars hefði verið á einu ári. Og það auðvitað bara hellingur. Þess vegna held ég við séum að gera rétt með því að leggja áherslu á undirbúning, þarfagreiningu og hönnunarvinnu, hafa hana reiðubúna, vera tilbúin þegar verðbólgan kemur niður og þá munu vextirnir koma niður og þá viljum við vera reiðubúin. Og ég svo sem alveg, ég skal alveg viðurkenna, ég dálítið smeykur að þetta háa vaxtastig sem skýrist að hárri verðbólgu muni aðeins hægja á fjárfestingu hér í landi og hér í Borgarbyggð. Og reynda myndi Seðlabankinn sem bennu ábyrgð á háum vöxtum á Íslandi meðal annars, eða heldur skammtímavöxtum háum sem síðan leiðir af sér háa langtímavexti, að segja að það var einmitt til þess gert sem vöxtum haldið háum til þess að hægja á svona þenslunni í hagkerfinu okkar. En sem betur fyrir ástandi samt gott þessar mundir og vinnumarkaðurinn í Borgarbyggð verið sterkur. Og það léttir að nú búið að lenda samningum víðast hvar á hinum almenna vinnumarkaði. Skaðinn sem hlýst að vinnudeilum og verkföllum tap allra. Síðar í vor tekst vonandi að lenda samningum við starfsmenn í opinbera geiranum. Það skiptir okkur gríðarlegu máli að þar takist vel til. Næstum 2 af hverjum 3 krónum sem Borgarbyggð hefur í skatttekjur á hverju einasta ári ráðstafað í laun til starfsfólks. Þannig að hvernig semsti starfsfólk sveitarfélaga skiptir óneitanlega mjög miklu afkomu í rekstri Borgarbyggðar eins og annarra sveitarfélaga. En það hefur verið nóg að gera hjá Borgarbyggð og hjá sveitarfélaginu og bara svona leiðir mér að tæpa á örfáum atriðum svona í seinni hálfleiknum hjá mér. Við erum búin að flytja alla starfsemi Ráðhússins yfir á Digranesgötuna. Mér finnst flutningurinn hafa gengið vel og það búið að skila lyklunum að Bjarnabrautinni. Nú standa við breytingar á annar hæð, þannig að vonandi fyrir sumarið verða allir komin á sinn stað og starfsfólk Borgarbyggðar tekur nú vel á móti íbúum og öðrum viðskiptavinum og þeim sem erindi við sveitarfélag á fyrstu hæð hússins alla virka daga. Nú smá hliðarsaga þessu að við höfum nú góða nágranna í Arion banka. Þau ykkar sem eigi leið í bankann, þið takið kannski eftir því að afgreiðsluborðið farið, en það komið í vinnu annars staðar, nánar tiltekið í Safnahúsinu. Búið að opna þar á milli rýma og kemur mjög vel út hjá Þórunni og félögum í Safnahúsinu.
snilld að samnýta svona. Allra hagur og mjög grænt það ekki. En talandi um safnahúsið, hún afar skemmtileg sýningin Hvað ungur nemur gamall temur. Sýningunin í samstarfi við grunnskólan í Borgarnesi. Það sjáum við svona stílbrigði nemenda grunnskólans við þekkt verk í eigu listasafns Borgarfjarðar. Safnahúsið tók þátt í viðburðardagatali í tengslum við vetrarfrí grunnskólana, bíósýningar, lengri opnunartími, föndur og margt annað. Það var mjög mikið að gera í safnahúsinu. Skiptimarkar á búningum og svo framvegis. Spilavinur komið heimsókn og með spilakynningu og ýmislegt. Framtak sem vakti mikla lukku og vel sótt eins og aðrir viðburðir. Og þetta var svona í samhengi við vetrarfrí grunnskólana og ég held að sú dagskrá sem við hjá sveitarfélaginu tókum saman og héldum utanum svona í samstarfi við okkar góða samstarfsaðila hér í sveitarfélaginu, það var lukkast vel, verið vel sótt og komið til að vela. Fyrsti formlegi fundur ungmennars Borgarbyggðar með sveitarstjórn fór fram í febrúar og átti að segja að sá fundur hafi verið frábær í alla staði og þetta skulum þakka þessu unga fólki kærlega fyrir afar góðan fund. Frábæri punktar sem að ungmennaráðið kom með og mörgum þeirra vísa til frekari vinnu í fræðslunefnd eða umhverfis- og landbúnaðarnefnd með þá þátttöku ungmenna. Hvergi kom samt kynslóðamunurinn skýrari ljós heldur en í afar snarpri eldheitri umræðu flugelda. Það er önnur saga. En það er gríðarlega mikilvægt að unga fólki fái rödd, ekki bara á það sé hlustað, heldur að þau axli líka eðlilega ábyrgð og fái stuðning við að vinna verkefni sjálf og á eigin forsendum. Við viljum styðja ungmenni í því að nálgast hlutina út frá því sjónarmiði hvað get ég gert fyrir Borgarbyggð, ekki hvað getur Borgarbyggð gert fyrir mig, svo ég vitni nú óbeint í Kennedy annars sinn á 2 dögum. Tónlistarskólinn, hann er nú í óðaðan undir að skipuleggja barnamenningarhátíð sem áætlað er að fara fram núna í maí. Það er enda talandi um tónlistarskólann, þá er gaman að segja frá því að fjöldi stúdíónemenda hefur tvöfaldast frá því í haust þegar stúdíó tók til starfa. Þannig að gaman að sjá svona nýjungar vera að slá í gegn. Við erum með þennan sveitarstjórnarfund á jarðhæðinni í Hjálmarkletti, enda er lífsnámsviku menntaskólans að ljúka hér á efri hæðinni, ákaflega viðeigandi og góð jarðtenging og setur allt einhvern veginn í gott samhengi að koma við á lífsnámsviku menntaskólans áður en við hefjum hér sveitarstjórnarfundinn. Ný samfélagsmiðlasíða fyrir íþróttir, tómstundir, forvarnir og heilsueflingu er komin í loftið hjá Borgarbyggð. Er að frétta og upplýsingasíðu fyrir þessa málaflokka. Ég held að hún mæti þessu ákallum það að einfalda boðleiðir og bjóða svona upp á eina samræmda upplýsingaveitu fyrir íbúa. Ég vonandi að þetta virka vel og verða vel sótt og þetta svona muni skila þeim ávinningi sem að er stefnt og hvetja íbúa og aðra áhugasama til þess að líka við síðuna. Þetta er Borgarbyggð, íþróttir, tómstundir, forvarnir og heilsuefling. Þetta er og verður snilld. Ég ætla ekki að hafa lengra í bili, hlakka til góð sveitarstjórnarfundar. Kærar þakkir fyrir mig. Þakka sveitarstjóra fyrir þessa góðu yfirferð. Þá skulum við vinda okkur í lið númer 2 á dagskrá sem ber heiti verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis með málsnúmeri 21.11.023 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 44 sem var haldinn 1. mars síðastliðinn. Og þar segir í bókun nefndarinnar umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að staðfesta innleiðingu á 4 tunna kerfi við heimili í Borgarbyggð. 240 lítra ílát bætist við öll sérbýli og flokkun við húsvegg verður á eftirfarandi úrgangsflokka: plastefni, pappírsefni, lífúrgangur og blandaður úrgangur. Tekin verður upp samræmd merking íláta samhliða innleiðingu nýrra íláta. Hægt verður að óska eftir minna ílóti fyrir blandaðan úrgang en aðrar undanþágur verða ekki veittar á þessu stigi. Fyrirkomulagið verður skoðað nánar þegar nokkurra mánaða reynsla verður komin á verkefnið og stefnt verður að því að setja upp grenndarstöðvar fyrir málma, textíl og gler á nokkrum stöðum á árinu.
Velja þarf staðsetningar í samráði við lóðarhafa og óska eftir þeim leyfum sem til þarf. Þá leggur nefndin áherslu á fræðslu til íbúa til að kynna nýtt fyrirkomulag úrgangsmála. Kynningarefni verði miðlað til íbúa á heimasíðu en hafa þarf íbúasamsetningu huga við gerð kynningarefnis. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar, segir í bókun nefndarinnar og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir tillaga bókun sem svohljóðandi. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu á bókun umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi 44 frá 44. fundi nefndarinnar sem fór fram 1. mars 2023 innleiðingu á 4 tunnu kerfi við heimili í Borgarbyggð og bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 3 sem ber heitið samningur við Brákarhlíð Matabakka með málsnúmeri 22-10-019 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 626 og þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð samþykki framlagðan samning sölu á matabökkum og vísar til sveitarstjórnar til fullnaðarafgreiðslu. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og bara til upplýsingar að þá hér að ræða bara framlengingu á samningu Brákarhlíð með örlítilli hækkun á milli samninga. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samning við Brákarhlíð sölu á matabökkum dagsett 21. febrúar 2023 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 4 sem ber heitið Stórafjallsvegur niðurfelling af vegaskrá með málsnúmeri 22-06-068. Það að ræða afturköllun á niðurfellingu Stórafjallsvegar af vegaskrá. Afgreiðsla byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 626 og þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð Borgarbyggðar gerir ekki athugasemd við afgreiðslu vegagerðarinnar afturköllun á niðurfellingu Stórafjallsvegar af vegaskrá. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar gerir ekki athugasemd við afgreiðslu vegagerðarinnar afturköllun á niðurfellingu Stórafjallsvegar af vegaskrá. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 5. lið á dagskrá. Hann ber heitið samningur gagnkvæma aðstoð með málsnúmeri 13-08-038 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi ráðsins númer 626. Þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð samþykki framlagðan samning við Húnaþing vestra dagsettan 1. febrúar 2023 gagnkvæma aðstoð milli slökkviliða sveitarfélaganna og vísa samningnum til staðfestingar í sveitarstjórn Borgarbyggðar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samning við Húnaþing vestra gagnkvæma aðstoð milli slökkviliða dagsettan 1. febrúar 2023 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 6. liður á dagskrá sem ber heitið samningur félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og málefnum fatlaðra. Og það málsnúmeri 19-04-094 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi ráðsins númer 626. Þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð samþykkir að framlengja samning dagsettan 1. janúar 2023 framlengingu á samningi félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og fötlunarmálum dagsettan 4. júní 2019 við sveitarfélagið Dalabyggð til 1. maí 2023 og vísa þeirri ákvörðun til sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framlengja samning dagsettan 1. janúar 2023 framlengingu á samningi félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og fötlunarmálum dagsettan 4. júní 2019 við sveitarfélagið Dalabyggð til 1. maí 2023 og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 7. liður dagskrár sem ber heitið Skógur í Varmalandi, erindi frá Hollvinafélagi Varmalands. Og
það er málsnúmer 2203/170 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar af 37. fundi nefndarinnar. Þar segir í bókun: Umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir samninginn með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu ljós og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir samning umsjón með Varmalandsskógi við Hollvinafélag Varmalands dagsetta 9. mars 2023 og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 8. lið á dagskrá sem ber heitið erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis samþykkt stjórn með málsnúmeri 2303/030 og það er framlagt erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga samþykkt fyrir stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps, samanber 1. málsgrein 1. greinar fjallskilasamþykktar Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps nr. 683/2015 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem ber heitið tilnefning í stjórn Landbúnaðarsafns Íslands með málsnúmeri 1812/010 og það er afgreiðsla frá fundi 624 í byggðarráði. Þar segir í bókun: byggðarráð tilnefnir Erlu Rún Rúnarsdóttir sem fulltrúa Borgarbyggðar í stjórn Landbúnaðarsafns Íslands. Logi Sigurðsson er tilnefndur varamaður. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn staðfestir tilnefningu byggðarráðs á Erlu Rún Rúnarsdóttir sem fulltrúa Borgarbyggðar í stjórn Landbúnaðarsafns Íslands og Loga Sigurðsson sem varamann hennar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 10. lið á dagskrá sem ber heitið söfnun dýraleyfa samningur 2022-2023 með málsnúmeri 2202/057 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 626 og þar segir í bókun: byggðarráð samþykkir framlagðan tímabundinn samning við HSS verktaka EHF söfnun dýraleyfa á lögbýlum og felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samning við HSS verktaka EHF dagsettan 31. janúar 2023 söfnun dýraleyfa á lögbýlum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 11. lið á dagskrá sem ber heitið vinnuhópur samstarf slökkviliða á Vesturlandi með málsnúmeri 2302/034 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 624 og þar segir í bókun byggðarráðs: erindisbréf framlagt. Byggðarráð tilnefnir Lilju Björg Ágústsdóttir sem fulltrúa Borgarbyggðar, Skorradalshrepps og Eyja- og Miklaholtshrepps í vinnuhópnum með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir tillaga að bókun sem er svohljóðandi: sveitarstjórn staðfestir tilnefningu byggðarráðs og tilnefnir Lilju Björg Ágústsdóttir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs sem fulltrúa Borgarbyggðar, Skorradalshrepps og Eyja- og Miklaholtshrepps í vinnuhóp úttekt á samstarfsmöguleikum slökkviliða á Vesturlandi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 12. lið á dagskrá sem ber heitið húsnæðisáætlun Borgarbyggðar uppfærsla með málsnúmeri 2001/144 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 625. Þar segir í bókun: drög að húsnæðisáætlun 2023 lögð fram, sveitarstjóra falið að fullvinna og vísa til sveitarstjórnar til fullnaðar afgreiðslu. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir húsnæðisáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2023. Og
og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og bara forseti vill lýsa bara ánægju með það að þessi húsnæðisáætlun sé nú komið fram og búið að vinna góða vinnu í henni og mikilvæg í ýmsum ástæðum fyrir sveitarfélagið. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 13 sem ber heiti beiðni frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu aðild að Gleipni. Málsnúmerið 2302-136 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 625. Þar segir framlögð tillaga að viðaukasamningi og nýjum samþykktum Gleipnis í framhaldi af áhuga umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu að gerast aðili að Gleipni. Og ég gef orðið í bókun byggðarráðs segir byggðarráð samþykki framlagða tillögu að viðaukasamningi og nýjar samþykktir frá Gleipni og byggðarráð tilnefnir Evu Margréti Jónadóttur sem fulltrúa í stjórn Gleipnis og felur sveitarstjóra að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á komandi aðalfundi félagsins. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða tillögu að viðaukasamningi og nýjar samþykktir fyrir Gleipni og tilnefnir Evu Margréti Jónadóttur sem fulltrúa í stjórn Gleipnis og felur sveitarstjóra að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á komandi aðalfundi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. lið á dagskrá sem ber heiti Ánastaðir, Mikligarður, umsókn aðalskipulagsbreytingu með málsnúmerið 23.02.211 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 51. Skipulags- og byggingarnefnd vísar til þess að þegar í ferli breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem tekið verður á heimildum á landbúnaðarlandi eftir stærð þeirra ásamt fleiri atriðum. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir tillaga bókun sem svohljóðandi. Sveitarstjórnar hafnar erindinu og vísar til þess að þegar í ferli breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins verður að gæta samræmis fyrir sveitarfélagið í heild og meðal annars taka mið af heimildum á landbúnaðarsvæði eftir stærð ásamt fleiri atriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. lið á dagskrá sem ber heitir umsókn aðalskipulagsbreytingu, Skógarbót, landnúmerið 23.42.45 með málsnúmerið 23.01.199 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 51 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða breytingu á landnotkun annars vegar F 149 20 hektara og hins vegar F 148 6 hektara svæðis í landi Norðtungu samkvæmt 5. grein jarðarlaga nr. 81/2004. Nefndin leggur einnig til að sveitarstjórn samþykki til auglýsingar framlagða tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar. Ekki talið að það land sem mun breyta landnotkun sé stærra en þörf krefur né hafi áhrif á aðlag landbúnaðarsvæði. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða breytingu á landnotkun á 26 hektara svæði úr landbúnaðarlandi í frístundabyggð í landi Norðtungu samkvæmt 5. grein jarðarlaga nr. 81/2004. Ekki talið að það land sem mun breyta landnotkun sé stærra en þörf krefur né hafi áhrif á aðila landbúnaðarsvæði. Sveitarstjórn samþykkir einnig framlagða tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga sem auglýst verður samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar sömu laga að undangenginni samþykkt Skipulagsstofnunar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 16. lið á dagskrá sem heitið Hraunsmúlaland, Kaldármelar, umsókn breytinga á landheiti, landnúmer 27278 með málsnúmerið 230113 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 51. Þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila nafnabreytingu á landinu Hraunsmúlaland, Kaldármelar, landsnúmer 207278 og mun landið heita Kaldármelar. Ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar nafnabreytingu á landinu Hraunsmúli, Kaldármelar, landnúmer 207278 og mun landið nú heita Kaldármelar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 17. liður á dagskrá sem ber heitið Hótel Varmaland, aðalskipulagsbreyting með málsnúmerinu 2302-046 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 51 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila áætlaða skipulagsvinnu. Skipulags- og byggingarnefnd leggur áherslu á að haft verið samráð við skipulagsfulltrúa við skipulagsvinnu og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila áætlaða skipulagsvinnu vegna aðalskipulags en leggur áherslu á að haft verið samráð við skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins við skipulagsvinnu þar sem ljóst er að íbúðalóðir Birkihlíð 2, landnúmer 22332499 og Birkihlíð 4, landnúmer 22332499 eru innan þess svæði sem fellur undir nýtt skipulag. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 18. lið á dagskrá sem ber heitið Hótel Varmaland, breyting á deiliskipulagi með málsnúmeru 2302-047 og það er afgreiðsla frá sama fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 51 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila áætlaða skipulagsvinnu. Breyting verður unnin á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 samhliða. Skipulags- og byggingarnefnd leggur áherslu á að haft verið samráð við skipulagsfulltrúa við skipulagsvinnu og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila áætlaða skipulagsvinnu vegna deiliskipulags en leggur áherslu á að haft verið samráð við skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins við skipulagsvinnu þar sem ljóst er að íbúðalóðir Birkihlíð 2, landnúmer 2232499 og Birkihlíð 4, landnúmer 2232499 er innan þess svæði sem fellur undir nýtt skipulag og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 19 sem ber heitið Skólastefna Borgarbyggðar 2021 til 2027 með málsnúmeru 2101-082 og það er afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar nr. 218 og þar segir í bókun: Lagt fyrir fræðslunefnd lokadrög að skólastefnu Borgarbyggðar. Gerðar voru viðbætur við stefnuna að ósk fræðslunefndar. Stefna fer síðan til sveitarstjórnar til loka afgreiðslu. Skólastofnanir vinna áfram að aðgerðaráætlun út frá stefnunni í samráði við Inga Sigurgeirsson, sérfræðing í skólamálum, sem hefur unnið með Borgarbyggðar gerð skólastefnunar. Viðbætur við skólastefnu Borgarbyggðar kynntar. Fræðslunefnd samþykki viðbæturnar og vísa málinu til samþykktar í sveitarstjórn. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Eðvar Ólafsson og Telma Harðardóttir hafa bæði beðið orðið. Telma á afmæli í dag þannig ég ætla að leyfa henni að byrja. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, fundarmenn og aðrir áheyrendur. Þetta er virkilega vel unnið plagg að mörgu leyti og það verður gaman að vinna áherslur út úr þessari stefnu í framhaldinu inn í fræðslunefnd. Þarna eru nefndar nokkrar áskoranir og ein af þeim er þessi sem er okkur orðin vel kunn í fræðslunefnd og það er áskorun að taka á þeim vanda sem baráttan gegn einelti og bara einelti er og þessi ofbeldismenning sem að virðist vera að fara vaxandi í samfélagi ungs fólks, ekki bara hér heldur en á Íslandi öllu.
Mér langar svolítið að heyra hvað formaður fræðslunefndar sér fyrir sér í þessum efnum, hvernig við getum brýnt klærnar enn frekar í þessum málaflokki. Því þarna pottur brotinn, þó að fólk sé að reyna að gera sitt allra besta, þá þurfum við að gera eitthvað aðeins betur. Sögurnar sem maður heyrir eru bara þess eðlis að það verður ekki við það unað. Einnig þá langar mig aðeins að spyrja út í það vegna þess að þarna er líka nefnt að ein helsta áskorun í skólamálum hjá okkur skólaskipanin. Það eru svona ákveðnar blikur á lofti og ýmis skólahúsnæði sem að þarfnast viðhalds og annað slíkt. Ég hélt að út úr þessari skólastefnu kæmi frekari svona leiðbeining hvernig þessum málum yrði háttað, þannig að mér langar aðeins að velta þeim spurningum hvaða ferli þá tekur við í kjölfari af skólastefnu ef ekki þarna, hvar við fáum leiðbeiningar hver framtíðarsýnin í skólastefnumálum. Takk. Takk fyrir það, Thelma Harðardóttir, og Eðvarð Ólafsson var einnig búinn að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Eðvarð. Eðvarð Ólafur Traustason, fyrirgefðu. Ég ætla að fara að leiðrétta það. Fyrirgefðu. En forseti, sveitarstjórn, aðrir fundargestir, takk fyrir þetta, Thelma, og til hamingju með daginn. Sveitarstjórn var náttúrulega bara, það er lagt til að sveitarstjórn samþykki þessar viðbætur, og það kannski til að rifja upp söguna, þá var þetta þannig að náttúrulega við kosningar núna í vor þá var náttúrulega skipt út fræðslunefnd, en sú fræðslunefnd sem var hér áður en við tókum til starfa var búin að vinna megin þungana þessari skólastefnu og bara gerði það mjög vel. Ég verð að segja að þetta er mjög svona lýðræðislega unnin stefna og það voru kallaði til þetta margir hagsmunaaðilar. Þarna voru náttúrulega áherslur sem við vorum algjörlega sammála í fræðslunefnd í dag, en eins og Thelma kom inn á áðan, þá lögðum við náttúrulega til bara í breyttum heimi þá gerast hlutir hratt og við höfum miklar áhyggjur af bara almennri líðan nemenda og jafnvel kennara náttúrulega líka, og þessi einheltismenning sem að virðist bara hringinn í kringum landi vera svolítið á uppleið því miður. Þannig að við vildum leggja sérstaklega áherslu á félagsfærni og bara virðingu og náttúrulega svolítið miðum það með Ingvari Sigurgeirssyni sem var sérfræðingur okkar í þessari vinnu og vann að stefnunni með fráfarandi fræðslunefnd. Hvort við gætum ekki einhvern veginn bætt þessa menningu okkar, af því við höfum bara gríðarlega miklar áhyggjur af þessu. Og ég held við getum gert betur í þessu. Það sem við höfum verið að gera bara sem samfélag, að mér finnst foreldrafélögin vera að vakna svolítið til lífsins, það er meiri samvinna inn í allavega ákveðnum bekkjardeildum í Borgarnesi. Ég þekki nú ekki alveg jafn vel til upp í sveit. Þannig að við verðum náttúrulega átta okkur á því sem foreldrar að við getum ekki alltaf bara bent á skólana, að þeir séu vandamálið, heldur verðum við svolítið að horfa inn á við og reyna að vinna þetta í sameiningu. Og ég tel að það sé fullu vilji til þess hjá fólki að gera betur í þessum málum. Varðandi, þú spurðir Thelma, varðandi skóla, sem sagt, nú erum við búin að týna orðinu, varðandi skólaskipanina, að það er náttúrulega bara, eins og við öll vitum sem hérna, þetta er náttúrulega bara samtal sem við höfum verið að eiga og þetta krefst náttúrulega mikillar vinnu að fara yfir þessi mál. Og ég er náttúrulega bara væntið þess á seinni stigum þegar það er búið að taka þessu umræðu við fáum þetta inn í fræðslunefnd og getum tekið tillit til þess þar. En bara enn og aftur, ég er mjög ánægður með þessa stefnu, en við megum ekki gleyma því að við þurfum líka að innleiða hana, og það er kannski stóra verkefni í þessu og við þurfum að vanda þá vinnu og svo kannski rétt að nefna líka að þessi skólastefna er líka bara opið plagg. Hún er ekki meitluð í stein og við eigum örugglega eftir að horfa upp á kannski einhver önnur vandamál eða eitthvað í framtíðinni, þannig að við þurfum bara alltaf að vera á tánum í þessum málum og eins og ég segi, þá getum við vonandi brugðist við þeim áskorunum sem koma fram. Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur Traustason. Orðið er ennþá laust um þennan dagskrárlið.
og það er ekki fleiri sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlag viðbætur við skólastefnu sveitarfélagsins. Vilji fræðslunefndar með viðbótinni er að leggja meira áherslu á vægi samskipta og forvarna gegn einelti með beinum hætti í stefnunni. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkvæmda bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 20. lið á dagskrá sem er jafnframt síðasti afgreiðsluliður hjá okkur. Hann ber heitið Ágangur sauðfjár í heimalöndum, ábyrgð og leiðir með málsnúmeri 2211 253. Og það er afgreiðsla fjallskellinefndar Borgarbyggðar af fundi númer 33 hjá nefndinni. Og það segir í bókun nefndarinnar og leggir nú við hlustir. Fjallskilanefnd Borgarbyggðar leggur til við sveitarstjórn að ábúendur jarða innan fjallskiladeildar Þverárréttar verði skyldaðir til að flytja fé sitt á afrétt. Hafa má allt sauðfé í heimalandi ef það er girt fjárhældri girðingu, samanber 6. grein fjallskilasamþykktar nr. 683 frá 2015 og 2. málsgrein 7. greinar laga afréttarmál, fjallskil og fleira nr. 6 frá 1986. Unnið er að gerð verklagsreglna fyrir sveitarfélagið meðferð ágangsfjár. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórnarmenn og aðrir áheyrendur. Þessi mál hefur verið mikið fjallað að undanförnu, bæði í fjölmiðlum og innan sveitarfélagsins. Það er eitt sem langar að koma hér á framfæri varðandi þessa bókun sem kom frá nefndinni, að þessi beiðni hefur komið frá heimamönnum og þetta er ekki fyrsta sinn, en mér finnst það vega geysilega þungt þegar að þeir sem að hlut eiga máli í þessari fjallskiladeild leggja fram þessa beiðni og það lýsir kannski pínlítið því ástandi. Hinu megum við ekki gleyma að möguleiki að gera þetta sama allstaðar, hann er ekki fyrir hendi eins og þetta lítur út núna og þar vegur náttúrulega þyngst bara ógirtir afréttir, einkalönd og bara önnur menning. Og ég held í raun og veru að við þurfum að hafa það í huga í sambandi við þessi mál að hver fjallskiladeild er með sitt snið og hjá flestum er hún mótuð eins og heimamenn hafa mótað. Og þá hafa þeir aðlagað sig að vandamálum sem upp hafa komið og svona unnið þetta miðað við þá ábúendur sem hafa verið á hverjum stað fyrir sig. Ábyrgðin á þessum málaflokki, hún er mikil og fer víða og þar á meðal ber náttúrulega sveitarfélag býsna mikla ábyrgð og auðvitað landeigendur og það er akkúrat á milli landeigenda, nýrra og gamalla sem að þarf að verða náttúrulega bara gott samtal til þess að finna lausn á þessum málum. Stríðsástand er það sem að enginn vill hafa. Ábyrgð vegagerðar, ég þreyti seint á að nefna hana. Hún er mikil vegna þess að vegagerðin, hún þjónar okkur hvort sem að við erum með eða móti sauðfé og þetta er partur af því sem fylgir því nú að leggja og gera nýjan veg eða viðhalda bara almennum öryggismálum í umferðinni hér á landi. Þannig að ég vill alltaf minna virkilega á þá ábyrgð sem þar liggur. Það eru náttúrulega breyttir tímar varðandi búsetusveitum en við verðum samt að sníða þessar reglur sem unnið er að núna þannig að þetta verði ekki áhlaup á eina atvinnugrein, heldur að reyna að ná bara með samtali og samvinnu sátt þetta. Og ég er svo bjartsýn, ég er full að trúa að það náist. Takk fyrir. Takk fyrir að fara vel yfir þetta, Sigrún Ólafsdóttir. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, fundamenn og aðra áheyrendur. Ég ætla bara að lýsa yfir einlægri ánægju minni að þessum áfanga sé náð og brýna það að við þurfum þessar vinnureglur hratt og vel og ekki endilega bíða eftir ráðuneytinu í þeim hvað það varðar og þarna eru mikil tækifæri til þess að auka samvinnu og sameiginlegan skilningsfólk á málefninu vegna þess að þetta er náttúrulega hjartað í sveitunum og við þurfum að
halda fram að nálgast það sem slíkt, ekki að fólk sé að vinna á móti hver öðru. Takk. Takk fyrir það, Telma. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárleið. Og það eru ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fjallskilanefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 33 þar sem ábúendur jarðar innan fjallskiladeildar Þverárréttar verða skyldaðir til að flytja fé sitt á afrétt. Hafa má allt sauðfé í heimalandi ef það er girt fjárhaldri girðingu samanber 6. grein fjallskilasamþykktar nr. 683 frá 2015 og 2. málsgrein 7. greinar laga afréttamál, fjallskil og fleira nr. 6 frá 1986. Unnið er að gerð verklagsreglna fyrir sveitarfélagið meðferð ágangsfjár og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið þessum kafla hér á fundinum sem snýr að afgreiðslum og við erum þá komin að fundagerðum og það er fyrst fundagerð byggðarráðs frá fundi byggðarráðs nr. 624 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Sigurður Guðmundsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjórn og aðrir fundargestir. Ég ætla aðeins ávarpa þessa fundagerð undir lið 20,9. Það er alltaf gaman að því að geta montað okkur af einhverju og þar fengum við kynningu á ljósleiðaraverkefninu eða ljósleiðarinn í Borgarbyggð. Þar sem var farið yfir stöðu þess verkefnis og í rauninni sögu þess. Þetta verkefni nær yfir að verða 3 sveitarstjórnir sem að koma að því. Við hérna fáum heiðurinn að því að taka því í notkun í vor. En þeir sem á undan okkur fóru, það sannaðist allavega í þessari kynningu að þau höfðu öll tekið mjög heilladrjúg skref í þessu verkefni. Og verkefnið er eins og staðan er í dag, þá er það innan þess ramma sem var sett það og það eru fleiri notendur heldur en var gert ráð fyrir. Og kostnaðurinn sem að sveitarfélagið lagði út fyrir, það er nokkuð ljóst að sveitarfélagið fær það tilbaka á næstu árum. Þannig að ég vil bæði þakka þeim sem að tóku góðar ákvarðanir í sveitarstjórnunum seinustu 2 sveitarstjórnum og þeim sem koma að þessu verkefni og við sem borgbyggðingar að við megum bara vera stolt af þessu. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Ég held við tökum undir það. Það hefur verið gríðarlega vel haldið að spöðunum í þessu máli að hálfu sveitarfélagsins og þeirra kjöruna fulltrúa sem hafa komið að því á þessum tíma. Orðið er ennþá laust undir þessari fundagerð byggðarráðs frá fundinum 624 og það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir henni. Það telst hún framlögð og þá er það dagskrárliður númer 22 sem er fundagerð byggðarráðs frá fundi númer 625 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er það síðasta fundagerð byggðarráðs sem er frá fundi byggðarráðs númer 626 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá erum við komin á lið númer 24 í dagskrá sem er fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 47
og 2 og það einnig fundargerð frá fundi nefndarinnar númer 43 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér og fara yfir báðar fundargerðirnar. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Þá það fyrst hérna fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 42 og þar fyrsta mál á dagskrá var hjá okkur verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfisins. Og svona til þess að gera langa sögu stutta að þá í raun og veru erum við að ræða þarna skipulagið á þessu kerfi sem að við erum komin á stað með. Og í fundargerðinni sem kemur þarna á eftir að þá verður kannski útlistað enn frekar. Þarna þetta bara svona umræðustiginu varðandi sorphirðu og flokkun og þess háttar. Þannig að ég kannski tek það betur undir þeirri fundargerð. Nú 24.2, það samtal við Hestamannafélagi Borgfirðing. Þetta var annar fundur sem við áttum þarna með forsvarsmönnum Hestamannafélagsins og þar var verið að ræða meðal annars umsjón með því að hvernig þeir farga eða nýta hrossatæðið í hesthúsahverfinu og það fóru fram gagnlegar og góðar umræður varðandi þetta að við vorum að leggja áherslu á að þetta verði nú nýtt sem allra mest til uppgræðslu og þarfra hluta á tímum þegar áburður og þess háttar kostar nú sitt. Hins vegar að þá í raun og veru var farið á stað með það að það yrði möguleiki á því að nýta þarna gryfju sem að þeir hafa hestamenn og geta þá verið að nýta áburðin þegar þeim hentar. Og þess utan ef að eitthvað stæði út af að þá væri heimild til þess að losa hrossataði í Bjarnhólum samkvæmt gjaldskrá þá. Og ég hef ekki heyrt annað frá hestamönnum en að þetta hafi í raun og veru fengið góðan hljómgrunn og sé vonandi komið í fastar skorður því þetta var kannski svona svolítið lust í reipbónum hérna áður. Nú snjómokstur í dreifbíli að á þessum fundi að þá var farið yfir þá pappíra sem hefðu skilað sér varðandi verðfyrirspurnir og þess háttar og farið yfir það og eins og kemur fram þarna að þá erum við í raun og veru að prófa þetta kerfi og almættið tók það svo alvarlega að það hefur bara lítið snjóað síðan þetta tók gildi þannig að við vonum að það bara virki þannig áfram og við spörum fullt af peningum með þessu og þetta verður bara þægilegt fyrir alla. Nú síðan 24.4, það refa og minkæðing 23, við fengum góða gesti til okkar á fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar þar sem að refaskytturnar og minkabænarnir að þeir mættu til okkar og við fórum svona yfir málin og áttum mjög hreinskiptin og góð samtöl. Nú við erum að skoða þessi mál ennþá betur og hyggjum jafnvel á breytingar en við allavega trúum því í nefndinni sem hefur verið einkar samstíga í þessum málum að þær breytingar verði bæði til gagns fyrir skytturnar okkar og ekki síður sveitarfélagið. Svo maður tala nú ekki þá sem að bíða eftir því að njóta þessar þjónustu sem eru náttúrulega sauðfjárbændur og þeir sem unna íslensku fuglalífi, gleymið því alls ekki. Síðan var framlagt erindi varðandi skólphreinsunarstöð í Brákarey og drög að starfsleyfi. Svo var bara okkar mánaðarlega skýrsla frá henni Hrafnhildi í umhverfis- og starfsmanni umhverfis- og landbúnaðarnefndar þar sem hún fer yfir það sem á dagana hafi drifið. Nú eins þá tókum við fyrir breyttan fundatíma og það var bara gert út frá því að nefndarmönnum hentaði mun betur að vera á öðrum tíma heldur en við höfum verið og náðist fín niðurstaða sem hentar held í öllum vel í framhaldinu. Nú við erum búin að fá inn á borð til okkar vatnsveitur í Borgarbyggð og það nú svolítið pakki sem við erum ennþá að skoða og velta fyrir okkur en það allavega komið á rekspöl svolítið vinnan við það og forsvarsmenn einnar veitu eru búin að koma á fund til okkar í tvígang og það verið að vinna á fullu í þeim málum áfram. Þannig að það bara spennandi að sjá hvað það færir. Nú þá það umhverfis- og landbúnaðarnefnd 43. fundur og þar erum við aftur komin að verkefni vegna innleiðingar og hringrásarkerfisins og við á þennan fund að þá fengum við inn á fund til okkar Stefán Gíslason sem hefur verið svona okkar ráðgjafi á mörgum sviðum í sambandi við þessi mál og
Hann kom með fyrirlestur inn til okkar og svona kynningu á hans sjónarmiði í þessum málaflokki yfir höfuð og það spannaði miklu meira heldur en við erum að taka ákvarðanir þarna, heldur bara að fara svona vel yfir þessi mál. Eftir þessa umræðu og svo ég tengi nú saman þessar tvær fundargerðir að þá var niðurstaðan sú að við ætluðum bara að fara í þetta 4 tunnu kerfi og að sjálfsögðu erum við að úthugsa hvernig við þróum þetta betur varðandi grenndarstöðvar og í raun og veru að aðlaga okkur betur að þessu kerfi, borga þar hendur. En við töldum bara á þessum tímapunkti ekki tímabært að skella stærri pakka inn og stærra verkefni. Þannig að við bara fórum í það að sem sagt, frá og með miðju ári að þá fari þetta á stað og þá kannski höfum við tíma fram á hausti til að sjá hvort það eru miklir annmarkar, hvort að fólk óskar, eða margir óska eftir breytingum og öðru slíku. Þannig að við töldum allavega betra að gera þetta svona og það yrði meiri ánægja með í raun og veru framkvæmdina á þessu svona heldur en ef við færum að ráðast í einhverjar kannski að opna á mikla breytingar sem að við sennilega bara réðum ekki við undir þessum málaflokki að svo stöddum eða við starfsmannamál og annað slíkt eða sérst, já, mönnun. Annað sem er langar til þess að bara ítreka. Ég held að við í Borgarbyggð getum verið bara svolítið montinn á sorpmálunum hjá okkur. Við erum komin býsna langt bara miðað við önnur sveitarfélög í þessum málum. Og ég hef sagt við þá sem að hafa svona verið efins þetta og fundist þetta vesen og mikið og dýrt, auðvitað kostar þetta helling, en við erum bara komin aðeins lengra heldur en mörg önnur sveitarfélög og við erum bara að vera kátt og ánægð með það. Þau eiga eftir að fara í gegnum þessa vegferð sem við erum að fara í gegnum núna og það er alltaf gaman að vera frekar á undan heldur en hitt. Nú, þá er það ágangur sauðfjár í heimalöndum, ábyrgðir og leiðir. Við höfum verið að funda töluvert út af þessum málaflokki eins og kannski kom hérna fram áðan og við erum ennþá að hinkra eftir og gera það samt ekki mikið lengur í viðbót. Upplýsingur úr ráðuneytunum þar sem að þeir eru að leggja vinnu eftir því sem við best vitum, allavega 2 ráðuneyti, að leggja drög að einhverjum gögnum sem að geta verið leiðbeinandi fyrir okkur þegar við förum nánar út í regluverkið í sambandi við þetta. Nú þá er það aftur 25.3 vatnsveitur í Borgarbyggð og þetta er í raun og veru bara, þetta var kynningarpakkin sem að við fengum hann inn í nefndina til okkar sem að við erum í raun og veru að fara yfir og bara komin á fullt í að vinna að. Þannig að þá er þetta upptalið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir og ég forseti ætla þá að byrja á því að gefa orðið laust fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 42 og það er enginn sem kveður svo hljóðs undir þeirri fundargerð. Þá telst hún framlögð. Þá er það næst fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 43 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin á 27. liðið á dagskrá sem er fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar númer 218 og ég bið Eðvarð Ólaf Traustason, formann nefndarinnar, að fara yfir dagskrána fundargerðina með okkur. Gjörðu svo vel, Eðvarð. Takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjórn og aðrir gestir. 218. fundur fræðslunefndar var haldinn 2. mars. Það var nú bara einkar skemmtilegur og líflegur fundur. Ekki síst út af því að fyrstu 3 málin á dagskrá af 8 málum voru kom í framhaldi af sveitarstjórnarfundi unga fólksins sem að því miður ég misti nú af en búin að horfa oftar en einu sinni á netinu og til þessa fundar voru fulltrúar ungmennaráðs Hrafnhildur Ósk Orradóttir, Ásdís Lind Viðfugsdóttir, Marta Lukka Magnúsdóttir og Ernir Daði Sigurðsson. Þau héldu framsögu þessi 3 mál sem að þau settu á oddinn fyrir þennan og var vísað af þessum fundi yfir í fræðslunefnd og það var einkar skemmtilegt að hlusta á þeirra sérstaklega lausnir á þeim vandamálum sem að þau vildu leggja fyrir okkur. Þau byrjuðu á velferð barna og ungmenna og þetta var svolítið svona, það voru svolítið að
beita sér að fókusera á sem sagt elsta stigi hjá okkur í grunnskólanum, 8. til 10. bekk. Og þá kom í ljós að þau voru svolítið ósátt við til dæmis að kennslustundir í Borgarnesi í grunnskólanum eru lengri heldur en til dæmis hérna í sveitunum og þeim fannst full langt að sita í 60 til 70 mínútur. Ég held að við getum nú bara allt tekið undir það að maður er nú alveg stundum búin að missa fókusin eftir klukkutíma, hvort sem maður er á námskeiði eða fundum. Þannig að ég ætla nú bara að leyfa mér að vera sammála þeim í þessum málum. Við töluðum fjölbreyttari kennsluhætti og svo var óðal þeim svolítið ofarlega í huga. Þau voru að tala um það að þau vildu hafa meiri opnun. Það hefur reynst vel þessi aukna opnun sem nú þegar er, en þau vildu náttúrulega bara meir og vildu þá auka opnunartímann. Og það var svo sem niðurstaða fundarins að sviðsstjóri fjölskyldusviðs myndi fara yfir þessar hugmyndir og athuga hvað hún myndi kosta. Varðandi kennsluhættina og lengd tíma í grunnskólum var það lagt til að ungmennaráðið myndi funda með sem sagt skólastjórnendum og kennurum í grunnskólanum og fá þá upplýsingar það hvort að þetta sé eitthvað sem er framkvæmanlegt. Það eru ákveðnar hindranir í veginum en mér fannst nú samt svona þetta hljóta góða undirtektir hjá áheyrnarfulltrúum grunnskólana. Það er nú ekkert, það væri gaman að þetta gæti kannski breyst. Mál númer 2 var tómstundaakstur og þá vorum við að tala um aksturinn hérna upp í sveitir og þeim finnst svolítið, þau eru mjög ánægðir með þennan akstur en finnst þau þurfa að bíða töluvert lengi eftir æfingar og annað eða þá fyrir æfingar því að eðlilega ef við hefðum stærra íþróttahús og betri íþróttaaðstöðu þá getum við náttúrulega látið fleiri vera á sama tíma í húsinu þannig að eðlilega þarf fólk að bíða eftir að komast á æfingar eða þá komast heim eftir æfingar. Það voru mjög flottar skýrslur hjá þeim allt og bara stóðu sig alveg ótrúlega vel. Það er sem þau hefðu ekki gert neitt annað á þessu fundi og þetta hérna gladdi okkur mikið. Ekki það að ungmennir hætti að koma mér á óvart, þetta er náttúrulega bara ótrúlega öflugt fólk sem fær mann stundum til þess að hugsa svona út fyrir kassan. Svo var þriðja mál á dagskrá var ungmennaráð óskaði eftir að settir á laggirnar aftur ungmennahús í Borgarbyggð sem er þá hugsað fyrir einstaklinga allt upp í 25 ára aldur. Óðal var nefnt í því samhengi og það sem sagt var eiginlega niðurstaða fundarins að sama og í varðandi opnun Óðals að umsjónarmaður fjölskyldusviðs myndi fara yfir þær hugmyndir og athuga með kostnað og annað. Það voru kannski svona einnig mjög áhugaverðar umræður sem langar svolítið að koma inn á sem ég veit ekki, kannski með leyfi forseta, sem varða bara almennt aðgengi þessara barna og krakka unglinga að til dæmis orkudrykkjum og tóbaki og öðru. Það var svolítið sláandi að heyra að nú vitum við að þetta fólk er farið að taka þátt í samfélaginu okkar og atvinnumarkaðinum og þau eru ofta að afgreiða vini sína yfir borðið með hlutir sem þau megi ekki einu sinni kaupa sjálf. Og það var svolítið sláandi að heyra hvernig þessum málum er greinilega háttað og það virðast vera leiðir framhjá þessu inn í verslunum og annað hjá okkur og mér finnst þetta bara mjög alvarlegt mál. Og svo er þetta náttúrulega þessi pressa á þessi ungmenni sem að kannski langar að vinna sig upp metorðastigann að útvega og annað, þannig að við erum að setja þessi börn í svolítið bara erfiðar aðstæður fyrir mér og ég held að við ættum aðeins að hugsa þetta. En áfram hélt fundurinn, til fundarins kom eftir að ungmennin höfðu lokið sér af, þá komu aðilar úr forvarnarteimi Borgarbyggðar og kynntu bara vinnuna sem fram hefur farið í vetur. Og þetta er náttúrulega svolítið miðað að heilsueflandi og barnvænu samfélagi. Það var farið yfir íbúafundir sem var haldið nú í haust sem var bara einstaklega vel heppnaður.
og fókuspunktur þeirra svolítið núna er að ná meira til foreldra eins og ég nefndi hérna áðan og hérna bæði þá með fræðslu og bara samtali og þannig að við séum svolítið að reyna að vinna þetta markvisst á öllum vígstöðum, ekki bara það sem kemur að grunnskólanum heldur að foreldrar komi meira að þessum málum. Einnig var farið yfir þessi margumtöluðu hreyfitæki. Þau eru fundin og það er byrjað að teikna og bara mjög áhugaverðir staðir og ég bara get ekki betur séð en að með vorinu, hækkandi sól, þá verður þetta bara komið hérna niður og vonandi bara reynist þetta vel og við getum jafnvel bara fært út kvíarnar í þessum málum vegna þess að ég held að þetta sé mjög bara skemmtilegt og áhugavert verkefni og hérna með að hvað eru margir út að labba hérna og annað, þá held ég að þetta sé bara fín hérna tilbreyting í göngutúrinn. Mál nr. 5, Margrét Gísladóttir mætti til fundarins og fræddi okkur innleiðingu farsældarlaganna og það var bara frekar áhugavert að sjá hversu mikil vinna hefur farið fram. Þetta er náttúrulega svona svolítið ósýnilegt fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þessa vinnu en bara svona til upplýsingar þá vitum við að þetta er 5 ára innleiðingar ferli en ég vil nú bara segja mér finnst við vera að koma nokkuð langt áleiðis með þessa vinnu og ég bara er mjög spenntur fyrir að sjá hvernig þessi vinna gengur áfram. Skólastefnuna fórum við yfir hér áðan, það er mál nr. 6 og þannig þannig kannski ekki að fara frekar yfir það. Svo var þetta mál þarna nr. 7 á dagskrá sem var Laugagerðisskóli, lokar haust 23 en á þessum tíma var sveitarstjórn Eyja- og Miklaholtshrepp ekki búin að hittast þannig að það var ekki búið að klára máli frá þeirra hlið þannig að við ákveðum að fresta umræðu þetta mál þangað til frekari upplýsingar liggja fyrir. Þetta var orðið fréttatilkynning en það var ekki endalega búið að slíta skólastarfinu í sveitarstjórn. Mér skilst að þetta séu 4 krakkar sem að búa á svæði Borgarbyggðar sem gætu þá sótt skóla hingað og það er samningur til frá 2017 ef man rétt. Og þá snýst þetta bara útfærslu á skólaakstri og að leysa það vandamál sem að við skilst að sveitarstjórnin er búin að hittast núna þannig að þetta er orðið veruleikinn að skólanum verður lokað. Það voru nú held ekki nema 11 nemendur orðnir eftir þannig að já, þetta fór eins og það fór. Að lokum var mál nr. 8, brottfall unglinga úr íþróttum og þetta mál kom upp á yfirborðið og varð svona samstarfsverkefni hjá Kaupmannahaldardeild Skallagríms til að byrja með og UMSB en auðvitað er þetta miklu víðara, kemur þetta víðar við þetta mál. Okkur fannst svolítið áhugavert að ungmennur okkar sögðu, við spurðum þau einmitt út í þetta og þau sögðu sko, við erum náttúrulega eðlilega, erum við svolítið fókuseruð á að vera að horfa á fólk í afreksíþróttum og að fólk skari fram úr og allir eigi að vera bestir og þar eftir götunum. En þau sögðu, við viljum kannski bara tíma í salnum öll hinn sem sem þrífust ekki í þessu umhverfi. Við viljum líka bara fara í blak og leika okkur með jafnaldrum okkar sem eru kannski ekki með fókusinn á atvinnumennsku eða annað. Mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur en enn og aftur þá er íþróttahúsið þéttsetið. Þannig að vonandi tekst okkur og ástandið fyrir að batna í þjóðfélaginu þá kannski vonandi getum við farið að sjá þessi íþróttamannvirki rísa. Einnig var rætt annað sem ég held við getum samt leyst eru rafíþróttir og ég held við hljótum að eiga pláss í Borgarbyggð fyrir þá starfsemi sem ég held að sé líka bara gríðarlega mikilvæg fyrir einstaklingar sem eru bara orðnir ansi góðir á þeim vettvangi og langar kannski að gera eitthvað meira á þeim ferli. Þannig að ég vona okkur takist að finna, ég held að vilja sér til staðar en vonandi getum við fundið húsnæði undir þetta. Fundið slitið 18:15 og ekki annað gert. Takk. Þakka formanni nefndarinnar fyrir góða yfirferð og orðið laust þessa fundagerð fræðslunefndar. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið
númer 27 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 51 og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að fara yfir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar númer 51, þá var fundargerð í 11 liðum. Fyrsti liður á dagskrá, hann var nú afgreiðsluliður hér áðan, Hraunsmálaland, Kaldamælarumsókn um breytingu á landheiti. Annar liður var umsókn um byggingarleyfi á Borgarbyggð 12. Þar var samþykkt að kynna fyrir lóðarhöfu aðliggjandi lóða byggingaráform. Við vorum búin að afgreiða þriðja lið, það er Ánastaði Mikligarður. Þar var hafnað umsókn um aðalskipulagsbreytingu vísandi þess að það er í ferli breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem tekur á þessu máli. Fjórði liður var líka til afgreiðslu hér áðan, umsókn um aðalskipulagsbreytingu skógarbót í landi Norðtungu. Fimmti liður var Urriðárland, Brókarvatn, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Þar var lagt fram erindi frá landeiganda þar sem hann féll frá. Ætlaði að falla frá þessari beiðni breyting á deiliskipulagi þar sem forsendur hafi breyst. Sjötti liður, þar var lögð fram lýsing að nýju deiliskipulagi fyrir Kleppjárnsreyki í Borgarbyggð og deiliskipulagssvæðið tekur til skóla og íþróttamannvirkja á svæðinu og grænsvæðis við skólans. Samtals er skipulagssvæðið 14 hektarar. Sjöundi liður, Húsafell, frístundabyggð, Litli-Tunguskógur. Það er búið að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir Litli-Tunguskóg. Engar athugasemdir bárust. Þar sem að skipulags- og byggingarnefnd fer nú með fullt afgreiðsluvald sveitarstjórnar, þá var þetta deiliskipulag bara samþykkt. Áttundi liður, þar var 8. og 9. liður snúa að Hótel Varmalandi. Þar kom beiðni frá eigendum Hótel Varmalands aðalskipulagsbreytingu og lögðu fram drög að nýju deiliskipulagi. Þar sem þeir óska eftir að stækka lóð hótelsins og leggja fram tillögu að stækkun á hótelinu sjálfu. Svona 50 til 60 herbergja stækkun, bygging á 3 hæðum. Skipulags- og byggingarnefnd fjallaði dálítið þetta og ræddi fram og tilbaka og það var niðurstaða nefndarinnar að það væri hagsmunum sveitarfélagsins að verða við þessari beiðni. Svo í lokin að þá var lagði fram 2 afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa, númer 4 og 5. Fleira var það ekki. Takk. Þakka formanni nefndarinnar fyrir yfirferðina og þá gefi orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er það síðasti liðurinn á dagskrá fundarins í dag sem er dagskrárliður númer 28 og það er fundargerð frá stjórn fjallskilaumdæmis ABHS og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið eða þessa fundargerð afsakið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er dagskráin tæmd hjá okkur í dag. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðan fund og starfsmönnum fundarins fyrir þeirra vinnu og segi þessum fundi slitið.